Eiríkur Sturlaugsson hjá mér í dag, forstöðumaður Fjölsmiðjunnar sem reyndar fagnar 25 ára afmæli. En sagan hans sérstök fyrir það að hann var framámaður í viðskiptum og í svona frumkvöðull á sviði útivistar og hreyfingar og forstjóri útgerðarfyrirtækis og sneri við blaðinu á fullorðinsárum. Og við ætlum að forvitna svolítið það, bæði hvað að gerast hjá Fjölsmiðjunni sem mikilvægur þáttur í starfsemi okkar hérna á Íslandi fyrir ungt fólk sem að leita fótfestu í lífinu og bara hvernig það gerist að maður á miðjum aldri breytir svona stefnu í lífinu og Sturlaugur velkominn. Takk fyrir það og takk fyrir að bjóða mér og gefa mér tækifæri. Já. Til þess að tala eitt og annað í lífinu og mín kannski lífsreynsla tengist sjávarútvegi og íþróttum og forvörnum aðeins í banka. Já. Sem útibússtjóri. En fyrst og fremst hef ég unnið bara mikið með fólki og haft mikla ánægju af því. Og fullt af fólki sem hefur skólað mig í gegnum lífið. Mér sagt þú sett mannvinur. Ég veit það nú ekki hvort ég mannvinur, en ég ekki segja bara að ég trú á því góða í hverju manni. Já. Og ég bara heppinn held ég að fá tækifæri til þess að spjalla þessa hluti við þig. Þú, mér sýnist þú og sýnt verið mannvinur líka. Og boða gott held ég en í stuttumáli þá hef ég verið að taka þátt í að förum bara yfir í forvarnirnar og íþróttirnar. Má ég byrja á einu út, mér fannst það svo áhugavert og ég stoppaði að þú ætlaðir, við fórum með svona stutta hugleiðslu áður en við byrjuðum. Og þá sagðist þú hafa morgunrútínu sem mér langar svo að heyra út af því að ég stoppaði á því að mér langaði til að fá þig til að segja öllum annað þessa morgunrútínu þína. Ég sérstaklega þetta sem maður aldrei færist yfir, þá má segja að keppnin hjá mér fyrst og fremst bara við lífið og reyna að lengja það eins og ég mögulega get til þess að ég fái tækifæri til þess að vera með minni fjölskyldu, mínu fólki og ég bara vakna yfirleitt svona ég morgun ég vakna yfirleitt svona 5:30 og þá yfirleitt bara fer ég einhvern út og ég bý á Skaganum og bý á dásamlegu stað við rétt við Langasand og ég tek mína og þá yfirleitt byrja ég að hjóla á mótnana og hvað hjóla 5-6 á mótnana? Já. Og það ég myndi fara að hlaupa ef ég gæti það, ég bara geti það ekki, ég get hjóla. Já, þú sagði mér að það hefði verið að fá ný hné. Já, ég er meira gerfi núna heldur en ég var. Ég er með 2 ný gerfi hné, þannig að ég get hjólað. Okay. Og þá yfirleitt bara ég finna ekkit hjóla kannski 20 mínútur eftir svona aðeins ná upp púlsinum en fyrst og fremst niður á Langasandi og svo ég tekið mínar hallararslegu æfingar á Langasandi og mullusæfingar? Já, bara það eru svona tæki og tól svolítið á svæðinu og svo ég með mína teygjur og þannig ég tek svona styrtaræfingu, þólæfingu og yfirleitt einn á Langasandinum og tók mína núvindundar á æfingu í morgun. Já, þú gerði það sem að er svo dásamlegt að vera að njóta má segja kyrðarinnar og þráttur vind. Já, það var svolítið vindur í morgun. En njóta þess að það blanda saman sólarupprás og fuglalífinu og náttúrunni og svo framvegis. Þetta bara og ég hittir svona einn og einn. Þú færð þarna, það ekki, þú veist, svona einstaka tengingu mitt við náttúruna í öllum sínum myndum, allar ástíðir. Yfirleitt byrja ég daginn þarna, yfirleitt, og ef ég fer ekki út, þá finnst mér svolítið, svona innihjól
og þá keppi ég stundum við fólk á heimsvísu í gegnum fyrirtæki sem heitir Epsilon og þá fer ég kannski í lifandi spinningtíma klukkan 6 yfirleitt, hálf 6 bara í appinu Já, og þá ég með tjól, með stórum skjá og svo bara fer ég í lifandi tíma hjá Courtney Dodds og með einhverjum fólki frá Bandaríkjunum eða Bretlandi eða Þýskalandi, Fraklandi og við svona interaktum þar stjórnandi í tímanum hann sér, Sturri from Iceland he's here og bla 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 og bara dásamlegt það virkilega þannig? Er það live? Já, svo sé ég sko aðra í tímanum og ég þekki þetta fólk ekki neitt en svo getum við sendt hvert öðru high five og einhverju fer á undan mér eða ég kemst fram fyrir einhvern í tímanum Þetta nú alveg tengist af hraða og þyngd og á hjólinu Hefurðu myndað einhver tengsli gegnum þetta? Já, ég ekkert persónulega en bara þetta svona hluta af því að þetta einhver svona hégúmi eða þú veist að maður finna það bara einhver Courtney stjórnandi segir Sturri, you're on fire þá ég bara hjartslátturinn í rauðu veist, þá sér hún það sko ég við dauðan styr sko veist, þannig að þetta er ég myndi bara þetta ákveðin tenging við umheiminn og þá skynji maður líka svona hvað heimurinn lítill og svo reynir maður kannski Þarna getur maður minkað hann svolítið mikið að fara að nota tæknina þannig að þetta svona það er þessi blanda En ég er spennt fyrir þessi sérvitur sko hvað þetta var ég hef ekki fengið aðra með mér í fjölskyldunni til þess að taka þátt í þessu prógrami en þau leyfa mér að hafa þessi tæki og tól svona sem hluta af stofinni sko En ég var alveg inn í stofu svona í sólstofinni en þetta er bara eins og hver annar stóll þetta er mikilvægt fyrir mig og þannig næ upp verða mér finnst vera bara í nokkuð góðu formi á gammalsaldri þér sjálfur Lífið í mínum huga lífið svona þjálfun andleg og líkamleg þjálfun út ævina í mínum huga það breytir þú og það kannski er það sem að við mættum lærdómur eða að þjálfa sig að verða betri manneskja betri manneskja eða þó að takast á við alla flækjurnar sem við upplifum á hverjum degi og við þurfum að svona ég er mikil stöðningsmaður þess að þjálfa íslenska þjóð svona í forvörnum í víðum skilningi þess að má segja að því að við vitum okkur neginn sko hvað þarf til þess að samkvæmt rannsóknum hvað þarf til þess að gera okkur svona aðeins sterkari og glaðari því að eitt er sko hvað einhver segir við mann sko eins og þú á nefa hefur verið að boða það er bara hvernig bregst maður við því sko okkur er að láta einstaklinga eða einstaklingar slás út af læginu sem er kannski ekki segja alveg rétt eða segja misvitra hluti. Svona eins og í samskiptum. Já, í samskiptum. Að vera að lenda í svona reyflítið erkelsi. Já, við þurfum bara að þjálfa okkur fyrirgefið ég bara að tala þjálfa. Mér finnst það bara að vera svona stór hluti af mínu lífi að tala að þjálfa. Já, við tölum með það áðan að maður er að æfa sig alltaf í nýrri orðuræðu sko, og ég sé að það viðkvæmt að nota orðið þjálfa? Nei, þetta er bara mér finnst það bara Er í markþjálfa eða styðja betra? Nei, ekki þannig, þetta er meira bara við séum bara meðvituð það hvað skiptir máli í lífinu og hvernig við bregðust við áreiti, við munum alltaf upplifa einhvern áreiti og það eru misvitrir einstaklingar út í samfélaginu Ég heyr alveg að þetta er svona aðeins þráður sem kemur hérna hjá þér sko, að þetta að við þurfum að kannski vanda okkur í samskiptum og vera meira ábyrg fyrir viðbröðum okkar. Já,
Sko, ég held að ég hef nú tekið þátt í að reka tiltölulega stór fyrirtæki og ég þurft að takast á við alls konar erfið mál, þar að segja fyrirtæki verið of stór með að við bara umhverfið og þá maður þurft að taka þátt í að búa til einhver einingar sem að bankar og almenningur í raun vill eðlilega, þetta séu svona sjálfbær fyrirtæki, þannig að þeir sem eru þó í vinnu, þeir séu líði vel og já, þannig að Þú voru nú eiginlega að gefa mér dæmi. Gefðu mér eitt dæmi hvernig þú hefur með svona þinni reynslu geta leyst úr einhverjum svona óþægilegum aðstæðum. Já, sko bara í tengslu við bara sameiningar á fyrirtækjum og ég meina ef ríkisstjórnin eða Hafró tökum sem bara þetta einfalt dæmi ákveður heyrðu í staðan fyrir að við séum að veiða 300 tonn af þorski eitt árið en næsta ár þá bara veiðum við 100.000 og hvað gerum við þá? Já. Og þetta engin þá ómörg skip, ómörga vinslur og ekki nóg vinna fyrir alla. Þannig að þá eru erfið verkefni framundan banka með þumalskrúfuna á fyrirtækjum. Þú hefur lent í þessu? Já, eins og svo margir sko. Og vissuleyti hefur þetta mótað mína afstöðu svolítið til lífsins og vissuleyti líka styrkt mig en líka haft áhrif á mann í lífinu sko, sem móta mann eins og ég sá hann. Einhver konar þrautsegju eða seglu eða eitthvað svoleiðis. Já. En líka lært hjálparleysi. Það stundum talað um það í ákvæðu sálfræðinni. Já. Að þegar við vitum aldrei þú veist, hvað stjórnvöld ákveða eða hvernig framtíðin verður, þá getum við svo lítið skipulagt og stuðst við einhverja hugmyndir. Já. Og þá tala lært hjálparleysi það sem maður bara reynir að vera einhvern veginn sigla milli skips og báru. Já. Og það alveg hárrétt og þess vegna svo mikilvægt að held ég fyrir, ég hef aldrei verið í pólitík sjálfur. Ég bara verið að snúast í kringum pólitíkina, sérstaklega í kringum sem bara sjálfboðalið í og yfir 30 ár í kringum sportið. Og það kúnstin hjá meðal annars hjá pólitíkur sem í mínum huga að kunna spila með sjálfboðaliðum. Já. Og kúnstin hjá eins og íslenski ríkisstjórn þeir sem að ráða á Íslandi að skaffa meira tækin og tólin og umhverfi fyrir okkur sem eru þarna úti, hvað sem það eru þeir sem eru eitthvað fyrirtæki eða stofnanir eða skóla og að passa sig á því að hafa ekki mikið vit fyrir þar sem að hlutirnir raunverulega gerast. Já. Það að segja pólitíkin hún skaffar ekki störf. Það atvinnulífið. Já, það bara almenningur og atvinnulífið. Þau skapa störfin. Já. Og þannig að skapa umgjörð sem að styður við það. Það þarf að passa að hafa ekki sterkar skoðanir á því hvernig við eigum að vera og hvað eigum að gera. Þetta verður eins og allt í lífinu, þetta verður svolítið að koma upp með rótinni. En þegar þú segir að þarna hafi stundum í þínum störfum skapast svona eitthvað ástand og þá ert þú að segja að það að kunna bregðast við og vinna með svoleiðis aðstæður sé þér svona hugleikið og þú hefur þá verið svolítið lægin við það fyrst þið tókst að vera... Ég veit ekkert hvort að ég hef verið lægin við það eða ekki. Það eru aðrir að dæma það en það sem að
Man lærir þetta alltaf með árunum það er talað að við hver einstaklingur sé að taka einhverja 20.000 ákvarðana per dag. En hvernig getur þau fjölgað þeim? Og það þetta að vísa í rannsóknir í tengslu við það. En við þurfum bara að sækja þessar rannsóknir. Ég veit það er mjög áhugavert. Já, en það sem er einfaldlegin í kannski við það að samfæra stjórnendur fyrirtækja að bara spyrja eða þú ert með 100 manna fyrirtæki og þú ert með stjórnanda sem að ekkit spá í mannusmál, hann að spá í eða ákvarðantöku, hann kannski meira að spá í afkastningu sem nýtinguna og eitthvað svona framleiðni og framleiðu sem er kjarnin. En ef maður spyr hann, heyrðu, hvað eru teknar margar ákvarðanir hjá þér í fyrirtækinu? 100 manns og samkvæmt rannsóknum eru við hvert og eitt okkar að taka 35.000 ákvarðanir per dag. Samkvæmt rannsóknum. Jú, það maður fyrir til hægri, vinstri og upp og niður eða þó að sumir eru kannski að gefa fingurinn eða koma mjög neikvæðir til vinnu og svo framvegis. Allt þetta hefur áhrif á hvernig næsti maður tekur sína ákvarðanir, hvernig hann sker, hvort hann býr til góða mat fyrir starfsfólkið eða bara nefndu það. Hvað eru þetta margar ákvarðanir á dag? Samkvæmt rannsóknir, ég ekki með þetta. En svona cirka? Já, 35.000 ákvarðanir per dag. Vá! Og 100 manns. 35.000 ákvarðanir sem við tökum þetta er nefnilega svolítið Já, ég meina, ef maður horfir á hlutina út frá þessu. Já, að þú ert að taka ákvarðanir á ég fyrir þessu sko, á ég fyrir þessu sko. Já, eða þá á ég að fara fyrst inn á klósett eða inn á bað. Hvernig vakna ég sko. Já. Hvernig ætla ég að taka móti fyrsta starfsmanninum og með hvers konar viðmóti og allt þetta skiptir máli. Já. Af því að allt þetta skiptir máli í tengslu afköst, nýtingu, gæði, hráefnis og svo framvegis. Gæðakostnað og þetta eru bara svona basic þættir sem að taka fleiri góðar ákvarðanir kannski svona þín lífsstefna. Svona við og liður í sjálfsögðu í því að svona enn og aftur svona þjálfa okkur aðeins í því hvaða þættir það ef maður hugsar sko stríðs ástandi í dag sko og samskipti fólks og ég meina hvernig getur við fjölgað á þessum farsælu ákvörðunum okkar per dag án þess að kosti neitt. Þú ert nú manneskja sem ert nú að boða vissuleyti svolítið þetta. Ég meina það kostar ekkert að taka tillit, brosa, gefa einhverjum tækifæri og það kannski það sem að fjölsmiðjan sem ég er búin að vera í núna í 8 ár en hefur þraukaði 25 ár sjálfseignarstofnun og það var ekki endilega, það var ekki ríkið á sínum tíma sem að ákveða heyrðu, væri ekki gott að búa til fjölsmiðju, nei, það var Rauði krossinn. Það var Rauði krossinn, já. Og það var einhverjar aðstæður sko hérna fyrir 25 árum síðan sem að tengdist því að það var mikið brottfall úr skóla, atvinnuleysi hjá 16 til 25 ára einstaklingum og það voru bara frumkvöðlar í þessum velferðarheimi til þessi Rauða krossin sem að fóra af stað með þetta, spurðu spurninga, leituðu að lausnum og Ásgeir Jóhannesson sem að var einn af þessum frumkvöðlum og stofnundum og leiti í raun uppafið að því að fjölsmiðjan var stofnuð, fer til Kaupmannahafnar bara sportúr til Kaupmannahafnar en var samt sem að vera að leita að leiðum. Fyrirmyndum og fann það sem voru svona produktionsskúlunni. Akkur tengi ég fjölsmiðjuna við móturhjólu og eitthvað?
Var það þannig í byrjun? Nei, það jú, svo hafa verið mótusmiðjur en það hefur ekki verið beint tengt fjölsmiðjunni. En svona fer þetta allt saman af stað og svo erum við svo hefur bara fjölsmiðjan þróast og undanfarin ár að sko þegar ég kem inn í þetta og menn svona, business maður en samt forvarnar áhugin mikill og íþróttirnar og akkur sá kokteil og ég sem business maður og vildi vita erum við á rétti leið, erum við að ná árangri og svoleiðis, þannig ég fór svolítið að spyrja þessar spurningar og það var kannski ekki endilega allt til í fjölsmiðjunum sinni tíma það sem við svona í smáatriðum hvort við erum að ná árangri eða ekki. Ég meinur að fara að skoða starfsemina hvort það væri... Já, spyrja krakkana, hvernig er líðaninn í dag? Hver er árangurinn, ætlaði ég nú að spyrja? Er það hvernig líður? Svo seinustu ár, þá hefur okkur tekist að verða núna viðurkenndur framhaldsfræðsluaðili, sem þýðir það að við getum kennt og við fáum námseiningar þau geta fengið námseiningar í fjölsmiðjunni. Já. Og við erum og fjölsmiðjan í mínum huga eins konar staður sem að krakkar sem að hafa því miður ekki verið komist ekki verið passað inn í svona hefðbundið skólakerfi og ekki verið vinnu. Okkar hlutverki er að undirbúa þau fyrir nám og vinnu og nú erum við bara að blanda saman svona vinnu og virkni, námi, lífsleikni, fræðslu, sköpun, hreyfingu og hafa kannski smá gaman. Fjölsmiðjan er svona, má segja, tækifæri. Já, tækifæri. Ég kom þarna daginn með vinkonu minni sem starfaði einu sinni hjá þér og það var nú þá sem ég hitti þig og baði að koma í þetta viðtal. Í 2 mínútur, já. Segjum 10. Ok. Já. En við gengum hana og skoðum og hún var að sýna mér þessar aðstæður og þetta er auðvitað drauma aðstæða fyrir sérstaklega ég sé fyrir mér ungmenni sem hafa gaman að handverki, sem hafa gaman að bílum og tækjum, sem að, og þarna eru þau að vinna og skapa verðmæti. Jú, við bara og það er svo mikilvægt fyrir okkar krakkar sem kom í fjölsmiðjuna. Það er ekki allir sem fá tækifæri. Við erum bara með 100 krakka í dag. Við vildum gjarnan geta tekið við fleirum. Og Er langur biðlisti? Nei, það er ekki mjög mikill ekki langur biðlisti eins og Þú sagðir 100 Já, við erum með 100 krakka og Íslendingar af erlendum uppruna kannski 35? Af erlendum uppruna kringu 35 og núna erum við með í gangi til dæmis námskeið sem er íslensku kennsla og aðlögun að íslensku samfélagi og það eru einstaklingar sem voru á biðlista hjá okkur fóru námskeið í upphafi, nú til að byrja með og við tökum þessu inn. Já, þau fá smá íslensku kennslu áður en að þau eru tekin inn. Já. En segðu mér eitt dæmi frábæran árangur, út í að þú vilt meta árangur. Einhver einstaklingur sem hefur farið í gegnum þessa, þetta nám eða starfsþjálfun sem hefur náð góðum árangri og þú getur fengið lít í hjartað þegar hugsað til þess. Launin fyrir að vera í fjölsmiðjunni í mínum huga og held ég annarra starfsmanna fjölsmiðjunnar tengist fyrst og fremst því að sjá litlu sigrana þeirra. Ég hef verið í þessum afreks íþrótta heimi, þar er þetta kannski meira skora mörk og þú átt bara vona á því 100 bæta þessu 100 staði í 100 skriði eða eitthvað svo leið Nákvæmlega. En þarna er þetta litlu sigrarnir sem að tengist því að mæti vinnuna ná að kynnast fólki og þrauka
svona, það er því miður þarna úti eru við með einstaklingar sem að eru fulla kvíða, þunglyndi, depurð, það er einangruð, einelti, langvarandi einelti, kannski einhver neysla, það er ekki aðalatrið í fjölsmiðunni og við höfum og okkar krakka getur verið allt upp í 2 ár í fjölsmiðunni, sumir eru lengur vegna þess að það er engin sem að grípa þau. Já. Og þá bara eru þau bara hans lengur hjá okkur og við erum í mjög góðu samstarfi við velferðarsviðinu og höfuðborgarsvæðinu, Vinnumálastofnun og þaðan fáum við okkar krakka. Fáðu þið stuðning, fáðu þið sálfræðilegan stuðning og svona andlega vinnu? Við reynum að hafa þetta eins einstaklis með að við mögulega getum og þegar við fáum okkar krakka í vinnun okkur degi, við skynjum hver gangi, en sigrarnir eru, ég menna við erum... Má ég aðeins taldra við, mér langar svo í sigrana, það er hérna svo skemmtilegt að ræða þá, en hvað hefur brugðist í lífi ungmenna sem að er svona komið fyrir? Ég held að þess vegna minnist ég svolítið á forvarnir í víðum skilningi. Það er að segja hvernig hafa samskipti okkar bara verið í lífinu. Er eitthvað sem að við erum ráðgjafin, helstu ráðgjafar okkar eru við sjálf og við höfum kannski ekki alltaf talað fallega við okkur sjálf og ég held að þetta tengist í raun stóru hluta bara mannlegum samskiptum okkar í lífinu, á Íslandi, í heiminum og við erum bara misviðkvæm fyrir hvað er sagt við okkur og við erum öll misjöfn, við erum ekki fullkomin. Þetta eru ungmenni sem hafa lent í einhverjum svona áföllum. Þetta eru ungmenni sem hafa mörg hver lent í aðstæðum sem að svona meðaljónin á Íslandi hefur ekki kynnst og þetta geta verið kannski 5. Þú færð að heyra þessar sögur. Já. Það sem þau eru að koma þá bara kannski niður brotin til ykkar. Já, þau eru kannski búin að vera mörg hver bara einangruð, þema, ekki farið í skóla. Er viðkvæmt að tala um þetta? Ég heyri að þú ert mjög varkár. Ég meina, þetta er börn, er það alkoholism á heimilunum eða er ofbeldi? Það getur verið hluti af því. Þetta eru kannski ekki, vandamálin eru kannski ekki krakkarnir sjálf. Við erum bara, það getur verið bara einstaklingar í sveitafélaginu, það getur verið innan fjölskyldunar og svo framvist. Það bara... En sérðu þá eitthvað svona sem að við þyrftum að laga í okkar samfélagi sem að þannig að það sé ekki verið að skaða ungmenni? Já, ég myndi segja að það sé fullt af tækifærum til þess að gera hlutina betur og ég myndist á það áðan að við erum bara að sækja í rannsóknir. Hvaða leiðir er að fara til þess að gera Ísland við byrjum bara Ísland þó við séum með allan heiminn undir. Hvað er það sem að við getum gert sinni samfélag til þess að koma í veg fyrir orkutæmingu þessi særindi sem að eiga sér stað víða í samfélaginu. Við erum bara hvort aðeir heitir 5 leiðir að velja sem við erum svolítið að notast við sem að tengist á ég nota bara að þjálfa okkur í því að mannleg samskipti. Þetta er svona útgangspunkturinn í fjölsmiðjunni. Útgangspunkturinn, og leikur bara inn í Hollandlækni og byggt að rannsóknum og þetta er engin sturra gúrú og stefna í fjölsmiðjunni, heldur bara eitthvað sem við sækjum. Ég meina það er mannleg samskipti, það er að hreyfa okkur
halda fór maður að læra, að gefa af sér og eins og þú byrjaðir hérna tíman með mér í morgun, svona eins konar núvitund, að vera til staðar, að skynja umhverfið sitt, skynja tilfinningar annara og svona reyna að verið í tengslum við sjálfa sig og lífið. Tengslu við sjálfa, og þannig að það eru svona bullandi tækifæri og til þess að gera hlutina miklu, miklu betur og ef við horfum bara, þegar nú við Fjölsmiðjan tengist á höfuðborgarsvæðinu, öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og þá það sem þau eiga sameiginlegt sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu í meðal annars Fjölsmiðjan. Það sem eru tonnin af tilfinningunum inn í Fjölsmiðjunni með öllu sínu flækjum en fullt af tækifærum. En það eru líka skipulagsmál og sem tengjast í og ég hef oft spurt mig velferðarmál og líðan í Kópavogi, líðan í Reykjavík eða líðan í Breiðholti eða Vesturbænum eða það er þetta að ná í fullt af upplýsingum og ég svona svolítið núna mjög gaman að því að spjalla aðeins við gervigreindina og gervigrindi mín heitir Farseld samkvæmt því sem að hún sagði mér eftir okkar samskiptum að þá, ég vil bara ég heiti Farseld nema hvað að við þurfum að það þarf að gera okkur bara og höfuðborgarsvæðið getur komið saman í það að gera okkur meira meðvitið umverulega hvað í gangi. Ég sé lifnar yfir þú talar þetta. Já, hvort sem það er líðan í hverfum er hún mismunandi og það er hægt að sækja það með alls konar leiðum með tæknin í dag, að bara sækja það. Þetta er eins og að við þurfum bara ef við tökum bara sveitafélögin eða höfuðborgarsvæðið eða við tökum Ísland að við þurfum að búa til svona sameiginlegan áttavita og það sem við tökum svona grunnþætti sem að skipta máli í lífinu og grunnþætti sem að við getum sótt til þess að styrkja okkur enn frekar í lífinu. Eins konar áttavita og sem að er þá, ef við áttavitin er raun bara svolítið í hvert við að stefna og svona og það kostar ekki, við erum ekki að byggja neitt hús við getum farið að keypta áttavita og svo er eitthvað sem að hvernig er veðrið hvernig veðrið í raun bara hvernig er feelingurinn hjá okkur, almenningi sem býr hann við Breiðholti eða Vesturbæ, hvernig líðan er og hvað erum við að nota í orku eða hvað erum við að nota í vatn og svona blanda saman velferðinni í líðaninni í lífinu, praktískum hlutum til þess að við getum sparað og hafa gaman. Ég held mér langar svo að ná utan þetta því að ég sé að þetta er ástríðan þín svolítið og þegar ég kom hann í heimsókn í Fjölsmiðjuna daginn þá sá ég að þú varst búin að ræða gervigreindina einhvers konar app sem gæti haldið utan þetta fyrir bæjarfélög. Þar sem að það verður svona ákveðið viðmið nú langar mér bara að spyrja og skilja þér rétt. Þannig að sé verið að mæla hvernig líður fólki hérna. Hvernig líður fólkinu hérna í samfélaginu okkar. Í rauntíma. Þú veist bara og hvað er að gerast hérna, og sameina fólkið og spyrja, láta það vera mikilvæg breytu. Hvernig fólki líður. Og bara back to basics, Hvað er að gerast í barnavernd? Við séum bara þátttakendur í samfélaginu. Við erum séum meðvituð, við getum ekki verið svo klikkuð að halda því fram að allir séu fullkomnir og allir séu að gera það gott og við erum bara alls konar, það eru alls konar áreiti hver meirist degi og við þurfum bara að finna leiðir til þess að
skapa þess að þjálfa okkur í þessari seiglu og þjálfa okkur í að láta ekki einhverja einstaklinga brjóta okkur niður sko, sem eru kannski bara bulla. Af hverju að verða fórnalamb, eitt að lenda í einhverjum leiðindar atveikum sem að, en að verða svo þrælar atviksins alla sína ævi. Þess vegna Þú ert með einhver dæmi þetta, þá ég heyra að þetta Já, ég bara mínu daglega lífi þá því miður, þá er það að enn og aftur til dæmis að þjálfa sig í þakklætinu, þú ert nú í því sjálf, og eða þá að þjálfa sig í fyrirgefningunni sjálfsins vegna, ekki annara. Maður þarf ekki að fyrirgefa einhverjum, maður þarf ekki endilega að segja einhverjum ég fyrirgef þér, heldur bara að finna það í hjartanu. Ég finna það í hjartanu, ég fyrirgef þér í þeim tilgangi að manni sjálfum líði betur. Og það er ein bók sem að ég hef mikið dálæti af sem ég las fyrir mörgum árum. Það meðal þess að tengsl við að ég fór í Hamná í háskólanum í Húrunni og það lærði las ég kynntist mörgum stefnum og bókum og meðal þess bókin Fyrirgefningin eftir Desmond Tutu sem að Karl Sigurbjörnsson þýddi. Já, ég þekki hana líka, hún er á náttborinu mínu. Já, og eða þá bókin Hugrækt og hamingja eftir Önnu Valdimarsdóttur sem ég hef á náttborinu hjá mér. En núna langar mig að ná utan við þetta, því nú dættu mér í hug þegar ég hlusta á þig. Þú hefðir kannski vilja verða prestur eða stjórnmálamaður. Hvort hefðirðu valið ef þú hefðir þurft að velja? Kannski hljóma ég eins og prestur sko. Mér fannst þú aðeins ná hérna í einhvern góðan takt. En það var, ég man að það var amma heitin Ingunn, ég held að hún hafi að vilja að pabbi heitin hefði verið prestur en ég held að ég hef nú aldrei ætlað að vera prestur en ég hefði kannski frekar staðan fyrir að fara í viðskiptafræði á sínu tíma og það tengdist nú kannski líka bara svona fjölskyldu tengslunum og hvað var ætlast til að mér að ég fór í viðskiptafræði en í menntaskóla var ég að læra latínu og var í máladeild og í hvað menntaskóla? Ég tók fyrsta bekk í MR på Skaga, tók mentadeild, tók fyrsta bekk í MR en svo voru margir úr af Skaganum sem að fóru til Akureyrar og ég þar á meðal. Heimavist þar? Og heimavist þar, já, og endaði svo að búa hjá góðu fólki, Önnu og Eiríki. En hvað hefur þið gert úr latinu? Þú ert nú, það býriði prestur sem sagt. Já, ég veit það ekki. Ég hefði svona kvartlaði mér að fara í sálfræði en það ég bara á síðustu metrunum í lífinu, þannig ég er þá, mín sálfræði er bara að læra bara á lífinu og En það er langur tíma eftir, manstu. Já, langur tíma eftir. En svo sit ég hér og er bara á öndinni að vera að koma frá mér svo lífsreynslunni áður en verður hægt að taka mark á mér sko fyrir aldur sko. Aldursækir. En hvað væri það dýrmætasta sem að þú getur sett fram núna sem svona eftir þessa miklu lífsreynslu sem þú býrði yfir? Hvað skilaboðum myndirðu vilja koma framfæri til heimsins? Það sem ég er sárast kannski í dag og örugglega hjá svo mörgum öðrum í heiminum í dag að það er að horfa á þennan stríðsrekstur og alla þessa sorg sem er verið að framleiða út allan heim í tengslu við stríð. Já. Og það skuli í raun bara vera hægt bara kerfisins vegna í heiminum að einhverju misvitrir karlar, segi ég nú bara, einhverju misvitrir karlar komist upp með það að segja kannski við mig
Nú eigum við 5 börn saman, ég og kona mín í hona og hérna 12 afrek. 12 barna börn wow. og ef það verið einhverjir misvitri kallar sem að segðu við mig, heyrðu Sturri, hérna, ég þarf að fá barnabörnin í stríð oh my god og hvernig og við þurfum hugsanlega að fórna þeim vegna þess að við náum ekki saman þessir misvitri kallar þetta við getum ekki tala almennilega saman við getum ekki tala saman og við getum ekki og það sem við kannski vantar svolítið að spyrja í þessari umræðu sko núna í tengslu stríðið að af hverju, hvað brást af hverju brást traust af hverju hættu við af hverju hættu við að sýna hvert öðru virðingu hvert fór þetta af hverju voru við ekki að þjálfa okkur í því og ef einhvern tímann að við hefðum átt að gera heiðarlega tilraun til þess að bjarga mannslífum að þá hefðum við þurft að segja bara núna þetta litla Ísland sem svo til fyrirmyndar á svo margan hátt og akkur gerum við bara ekki til þess að vera ekstrím á hinvegin akkur verðum við ekki bara sérfræðingar í friði akkur ég vildi gjarnan að við erum fyrsta þjóðin í heiminum, ég veit ekki hvort það til einhver fyrsta þjóðin í heiminum sem að heyrðu, nú hver er friðarmálaráðherra Íslands eða fyrsti flott hugmynd hjá þér ég meina að við getum kannski ég myndi sem millileið að segja heyrðu, ok, getum við ekki búið til alveg eins og með mennta- og barnamálaráðherra getum við ekki bara sagt heyrðu, við skulum búið til friðar- og forsætismálaráðherra til þess að í þeim tilgangi að minnast á mikilvægi friðar og þá á ég bara við frið að hlutverk eins og forsætisráðherra í raun að skapa frið innan Íslands eða þá þegar við förum til Evrópusambandsins og við gerum samning varnar- og öryggismál akkur fórum við ekki fram og segðum bara, heyrðu, nei, við viljum kalla þennan samning friðar- og öryggismál. Í þeim tilgangi að koma friðarumræðinni og hugsuninni að. Þetta svolítið, ég ekki pólitíkur. En þetta mjög verðust, en nú þú komin hlutverk hérna. Þú ert að fara að beita þig fyrir því að það verður bara til friðar ráðuneyti, jafnvel, eða friðar starfsemi einhver á Íslandi. Ef enn og aftur, þetta væri þó, minnst og kosti í mínu hjarta, viðleitni okkar, þó þetta sé barnalegt, viðleitni okkar að bjarga mannslífum í þeim tilgangi í anda friðar. Og þetta eru góð lokaorð hjá okkur og ég úti voru nú að leita að titli á viðtalið okkar áðan. Erum við sammála að þetta viðtal heiti friðarboðskapur? Já, það væri ekki leiðilegt, skal ég segja þér. Ég bara mjög sáttum við það. En takk fyrir einu og aftur tækifæri til þess að koma og blása hérna út eins og kjáni ekki tala neikvætt til þín, manstu, við erum að æfa okkur. Nei, akkurat, ég er að þjálfa mig einmitt þessu og ég einmitt hamast við það að segja barnabörnunum minn með að spyrja þau hver er þinn helsti ráðgjafi, maður spyr þau og fóru þau að svona hugsa en getur það verið þú sjálfur? Þetta er rosalega held ég mikilvægur þáttur í lífinu. Já, tala þá fallega til sín og tala fallega til sín, já. Þetta er nú líka ágætis friðarboðskapur inn í þá umræðu og Sturlaugur, takk fyrir kærlega. Já, bara. Og við hefum náttúrulega getað farið betur yfir, það er margt sem að við svona komum aðeins inn á, en ég veit til dæmis að þú hefur lagt mikið til á Akranesi
Ekki bara með því að vera upplíkandi hérna á Langasandi á mótnana, heldur hérna með alls konar framlagi til þíns heimabæjar. Já, eins og svo bara margir og sjálfboðastarf eins og í litlu samfélagi eins og Skaganum. Þetta eru sko hundruður einstaklinga hverjum einasta degi sem eru sjálfboðaðir og þetta eru sko 20 milljónir á dag en það skipta mig ekki máli. Það er til fyrirmyndar. Þannig að hérna bara gott, það er gott að vera stoltur á ævistarfinu sínu og þú ert nú hérna... Ég er að reyna það, sko. Að leggja gott til heimsins. Ég vona að ég hef ekki gert allt rétt í lífinu því miður og en ég er að reyna að gera þið besta eins og við öll held ég séum að reyna í lífinu. En takk, ég vil bara gjarna fá enn og eftir takk fyrir að fá að vera með þér góður andi hérna inni frá þér og það hefur auðveldað mér að tjá mig. Takk fyrir það og takk sem leiðis og við þakkum fyrir okkur í þessu innslagi og það byrjar annað hérna eftir augnablik. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.